Sæll við þú náður að landa hérna skemmtilegum sigri í kvöld sem hefur kannski ekki alltaf gerst. Nei, og oft verið nálægt. Já, fyrsta skipti held ég, var ekki eitthvað verið að tala um það, fyrsta skipti í sögunni sem við vinnum í Njarðvík. Þannig að við erum svona, ég meina þú veist, þetta lið hefur náttúrulega ekki verið oft í efstu deild og það er alltaf, það er milestones hér og þar. Þannig að þetta var stórt og ég vann þetta ekki, þú veist, strákarnir eða liðið vann þetta, við vinnum þetta saman. Já. En talandi um það, þá varstu ég heyrði í þér aðeins áðan, varstu að tala um svona grunnatriðin, þessi líkamlegi styrkur og annað sem að þú þarft að, það er ekki nóg að hafa, þú þarft að koma með hann í leikinn. Þarftu eitthvað að peppa þína menn til að svona upp á móti stórum leikmannum eins og Hestur og öðrum að taka vel á þeim eða er þetta bara... Nei, ég veit að, þú veist, tölum við um það sko, ég held að ég þurfi ekki eitthvað, jú, þetta þarf ég að mótivera mína menn eins og bara, þú veist, allir gera og það þarf að gera það alla, ég meina, svona, já, okkur núna seldi sér svolítið að stilla svolítið spennustíð, sko, það eru stóri leikir og það er gaman, en þú veist, menn þurfa að nálgast það með því að það sé bara, þú veist, eitthvað sem fer í reynslubankann og komast yfir alls kyns fjöll og fyrnindi saman, sko. Það er það sem að skapa minningar og býr til skemmtileg lið og eitthvað eftirminnilegt og við byrjum það vegfæri í dag, minnst kannski. Já, það er bara frábær svona mælistika til að komast yfir, það er bara geggjað og ég er bara ósköp hamingju með það. Takk. En síðan langar mig að spyrja út í smá tæknileg atriði í leiknum, þegar það voru sirka 2:40 eftir, þá sagði að Mallory fór að hægja á leiknum. Var það samkvæmt skipulagið eða? Nei, þú veist, það var kannski alltaf að hægja á honum en við svona, þeir þrýst okkur hans út úr sem við gera, þú veist, við áttum verið með að koma boltanum í hendurnar á honum í staðinn fyrir að halda svona tempónu og rytmanum í leiknum sem við vildum hafa, sko. Svo bara, já, þú veist, fyrir mig, þú veist, vandræðin sem við lentum í hérna á lokamínútunum, þú veist, þetta er eitthvað að læra af, ég meina, þú veist, aftur og aftur og ég stend hér og ber ábyrgð á þessu og ég mun fá hrós ef það gengur vel og ég þarf líka að taka í skellinn þegar hitt er hann. Ég þarf að finna betri lausnir á þessu svona á lokaköflunum. Já, þú voru komin 16 stigum yfir og þeir náðu ykkur óþægilega hratt á tímabili. Það voru að við liðið allt of þægilega, sko. Þú veist, það er sama hvort þessi 10 yfir eða 10 undir eða 16 yfir eða hvað það er, sko. Við þurfum eiginlega að vera svona miklu meira svo vélar, sko. Það þurf bara að vera áfram í vinnunni, sko. Bara að malla áfram og halda áfram á fullu, sko. Tilfinningar eru bara alltaf eins, sko. Það er til þess að bæla þig niður og svo verðum við bara að vera í vinnunni, sko. Já, en svo í blálóginn, þá náttúrulega áttu þér flott system, Njarðvík, og setti í gang hvernig leið þér þegar Logi var með boltan galoppi? Já, þú veist, það var fljótt að fara í gegn og þegar bolti fór liðinn úr hringnum þá var ég bara ofsalega þakklátur, sko. Þú veist, það er bara, ég myndi ekki bjóða Loga Gunnarssoni aftur í þennan dans. Nei. Það er bara, hann myndi taka, eða glímu eða hvað þú getur kallað þetta, hann myndi taka þetta upp og smetla þessu inn í parkettið, þannig að ég er bara þakklátur að hann hitt ekki þetta skipti. Það var þarna í helvítis hotninu sem hann kláraði okkur einhvern tímann árið. Já, hann var líka nýbúinn að setja annan, sko, í smettið, þannig að já. You win some, you lose some, sko. Við vorum bara drullu heppnir, það er bara svoleiðis. Já, gott að taka það með í veganesti núna á framhaldinu. En hvernig er svona stemningin fyrir framhaldinu? Hún er bara góð, ég meina, betri núna heldur en oft áður held ég, en þú veist, mér finnst mínir menn aldrei hafa tapað gleðinni eða trúnni, sko. Þú veist, ég held ég sé ekkert eitthvað í mínum eigin helli að ljúga sjálfum mér þegar ég er að segja það. Mér finnst bara tokkarlega létt yfir okkur og menn hafa trú og það er stemming í þessu. Þannig að nú bara þurfum við að byggja á því og ég meina á svona kvöldum þá getur orðið til alveg dúndur sjálfstraust og það er það sem við þurfum að negla í okkur og halda áfram með hjartað á réttu stað og bara við erum í vinnunni. Já, bara enn aftur til hamingju. Takk. Gangi ykkur vel. Takk.